Komiði sæl. Velkomin á málþing í Streymi 10. september hópsins í tilefni alþjóðlegum forvarnardegi sjálfsvíga. Streymið fer fram hér í húsnæði Pieta-samtakana, nýju húsnæði samtakana, en þeir sem að þekki ekki til Pieta-samtakana, þá vil ég stuttlega greina frá því að við erum forvarnarsamtök gegn sjálfsvígum og sjálfsskaða. Hér veitt gjaldfrí þjónusta fyrir fólk með sjálfsvígshugsanir og fólk með sjálfsvígsskaða, aðstandendur þessa hóps og þá sem að hafa mist fólk sitt í sjálfsvígi. Pieta-samtökin eins og svo mörg önnur samtök, félagasamtök, eru stofnuð af frjálsum, af sjálfboðaliðum og það er þannig sem að starf okkar hefur verið byggt upp, það er að sjálfboðaliðum og meðal annars þess vegna erum við komin í þetta hús hér, það er Oddfellow stúkan Hallveig sem hefur stutt okkur með leigu og gert upp þetta húsnæði algjörlega frá grunni. Ég vil nefna þetta að því að sjálfboðaliðar eru gríðarlega mikilvægir í öllum frjálsum félagasamtökum og mynda í raun og veru einn af máttarstólpum velferðarkerfisins og þeir eru alltaf oft ósýnilegir. Það eru alþjóðasamtök fyrirbyggjandi aðgerðir gegn sjálfsvígum með stuðningu frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni sem standa að baki þessum viðburðum á 10. september og í tengslum við þennan dag viðburðir víða heiminn sem að minnast þeirra sem við höfum minnst og leggja áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir. Hér á landi verða viðburðir víða land, en hér á höfuðborgarsvæðinu þá stendur að þessu hópur, netverk sem hefur starfað saman að þessum viðburði í nokkur ár. Þetta eru Pieta-samtakana fulltrúar frá embætti landlæknis, Geðhjálp, Geðsviði Landspítalans og BUGL, Heilsugæslunni, Minningarsjóði Orra Ómarssonar, Rauða kross Íslands, Sorgarmiðstöð og Þjóðkirkjunni. Þetta samstarf er algjörlega til fyrirmyndar, það er frábært að mismunandi aðilar komi saman til forvarnavinnu gegn sjálfsvígum og þessi hópur hefur samsagt gert það í nokkur ár, skipulagt viðburði í tengslum við daginn og það væri raun og veru æskilegt að þetta samstarf næði út fyrir þennan eina viðburð, það yrði styrkt enn frekar sem formlegur vettvangur, samtals og samræmingu aðgerða og því tryggt fjárhagslegur stuðningur. Hér samtal mismunandi opinbera aðila að ræða, mismunandi stjórnstig og hið borgaralega samfélag. Og það þetta samtal þessa ólíku aðila sem að eiginlega skiptir meginmáli. Það þarf að leggja miklu meiri metnað og þetta fjármuni í að framfylgja aðgerðaráætlun fækkun sjálfsvíga á Íslandi. Það var stórt skref að ráða starfsmann til landlæknisembættisins til þess að fylgja þessari áætlun eftir og það Guðrún Jóna að sinna góðu starfi og hún frábært verk, en verkefnið mjög stórt. Áætlun metnaðarfull og nálgunin heildræn sem frábært og næsta skref ætti því að vera að öll þau ráðuneyti sem áætlunin snýr að ásamt sveitarfélögum myndu öflugan stýrihóp þar sem settur skýr tímarammi og raunhæf fjárhagsáætlun sem hærri en þessi táknræna upphæð sem við erum að sjá í dag og að öðrum kosti mun það taka áratugi að tikka þessi 54 box sem áætlunin smíður. Í tilefni 10. september í ár munum við beina sjónum okkar að börnum, ungmennum og fjölskyldum þeirra. Það verður fjallað verndandi þætti og hvernig við sem einstaklingar, fagfólk, nágrannar, vinir, samfélag getum stutt við fólk og spornað við sjálfsvígum og sjálfsskaða.
Það allt og margt í okkar samfélagi sem bendir til þess að börn og ungmenni séu ekki að fá þau vaxtarskilyrði sem auðvelda þeim að takast á við lífið og við sem erum ábyrg fyrir þessum vaxtarskilyrðum þurfum að skilja þetta betur til þess að geta gert betur. Samfélagsskilyrði allt og margra barna eru einfaldlega óviðunandi, þau sem búa við fátækt, brotnar fjölskyldur og skort á stuðningi eða einhver liti jaðarsett hinn útsettu hópur og okkar hlutverk að stuðla forvörnum, opinni umræðu og leita úrlausna fyrir þessi börn áður en að í óefni komið. Staða barna í dag sést meðal annars á öllum þeim fjölda barna sem með einhvers konar greiningu, biðlistum eftir sálfræðiþjónustu sem eru yfir ár sums staðar, aukinni lyfjagjöfum til barna sem hefur á síðasta áratug í sumum aldurshópum einfaldlega tvöfaldast. Og ég spyr hver skýringin á þessari þróun? Þeirri spurningu verðum við að halda hátt á lofti leið og við stóraukum viðunandi vaxtarskilyrði barn og þjónustu við þau börn sem bæði bogna eða brotna. En ekki hvað síst þurfa að beina sjónum að strákunum okkar, en það eru þeir sem að verða mörguleitu undir í þessu samhengi. Þeir eru flestir að fá greiningu, þeir eru flestir sem að detta út úr námi og karlar mynda meiri hluta þeirra aldurshópa í öllum aldurshópum sem að taka sitt eigið líf. Hér þurfum við að taka til hendinni. Hér á eftir verður farið yfir ýmsar leiðir til að styrkja verndandi þætti í uppvexti barna og að þessi ábyrgð okkar og forvarnir hljóta að byrja strax við fæðingu barna einmitt fyrsta erindi þessa málþings. Ég bendi á dagskrá málþingsins og annarra viðburða vegna 10. september á Facebook viðburðinum sem inn á heimasíðu landlæknis og Facebook síðu landlæknis Píeta-samtakana og annar sem að þessu standa. Það jafnframt að finna hlekk á Slido sem en gegnum Slido getið þið sent inn spurningar til fyrirlesara. En það líka á skjánum svokallar QR-kóði, þið beinið myndavélinni á kóðan og komist þannig inn á Slido. Getið skrifa spurningar ykkar sem komast til skila til okkar og fyrirlesarar svara svo fremur sem við okkur finnst tími til þess. Ég býð fyrsta fyrirlesara málþings þessa velkomin til pontu, Sæunn Kjartansdóttir frá Geðheilsuteymi fjölskylduverndar. Takk fyrir og komið í sæl. Ég þarf að byrja því að vera ósammála titlinum á mínu eigin erindi sem forvarnir byrja við fæðingu. Það nefnilega nokkuð seint í rassinn gripið að byrja á forvörnum barns sem við viljum vernda þegar það fæðist. Það vegna þess að í 9 mánuði fyrir fæðinguna þá hefur mikilvægt þroskaferli átt sér stað. Þetta sá tími sem móðir og barn deila sama líkama og þess vegna verður velferð og heilsa þeirra tveggja ekki aðskilin. Þetta þýðir að forvarnir þurfa að byrja ekki seinna á meðgöngu og að forvarnir barns felast í að hugsa vel móður þess. Í þessu stutta erindi mun ég beina athyglinni að manneskjunni sem gengur með barnið, þó svo að hitt foreldri gegnir líka gríðarstóru hlutverki og þurfi einnig stuðning, en tímans vegna verði að einfalda og stytta mál mitt. Byrjum á nokkrum tölum. Rannsóknirnar sem ég vísa til eru ekki glænýjar, sem segir okkur að vitneskjan búin að vera til staðar lengi. Í rannsókn frá 2003 kemur fram sterk fylgni á milli kvíða móður á meðgöngu og tilfinninga og hegðunarvanda barns hennar þegar það 7 ára. Ég ítreka að hér að ræða ómeðhöndluðan kvíða móður. Fái hún viðeigandi hjálp horfurnar allt aðrar fyrir hana og barnið hennar.
Önnur rannsókn frá 2008 sýndi að 16 ára unglingar mæðra sem voru þunglindar á meðgöngu voru 5 sinnum líklegri til að glíma við þunglindi en jafnaldrar þeirra. Aftur, þetta er ekki örlög. Með viðeigandi meðferð á meðgöngu og eftir fæðingu er hægt að breyta þessum tölum, bæði hjá móður og barni. Síðasta rannsóknin sem ég vil nefna var gerð á dauðsföllum kvenna á meðgöngu á Norðurlöndunum á árunum 2005-2013 sem voru 20 á ári. Þar kemur í ljós að á eftir hjartasjúkdómum og meðgöngueitrun voru sjálfsvíg 3. algengasta dánarorsökin. Helmingur þeirra kvenna sem tóku líf sitt hafði glímt við geðrænan vanda eða fíkniefnavanda en fjórðungur hafði farið fram hjá fagfólki og þar af leiðandi ekki fengið neina geðræna aðstoð. Dr. Alan Gregoire, geðlæknir sem hefur sérhæft sig í geðheilsuvanda í barneignaferli, áætlar að á móti einu sjálfsvígi séu 150 konur sem séu hætt komnar. Þetta segir okkur hversu gríðarlega mikilvæg meðgöngu og foreldravernd og hversu brýnt það að allir sem umgangast barnshafandi konu séu vakandi fyrir líðan hennar og veiti henni allan þann stuðning og umhyggju sem hún þarfnast. En hvað það við barneignaferli sem skapar hættu, jafnvel lífshættu fyrir barnshafandi konur, nýorðna mæður og börnin þeirra? Er ekki þungun og fæðing barns með gleðilegustu atburðum lífsins? Jú, oft á tíðum. Og hér er ekki meiningin að gera lítið úr haminginu sem margir upplifa þegar þeir eignast barn. En tilefni dagsins kallar á að við skoðum veruleika þeirra sem upplifa meðgöngu og fæðingu barns sem ögrun við tilveruna. Krafan að verðandi móðir sé hamingjusöm er bæði óraunhæf og íþyngjandi. Jafnvel þegar konan er sátt og þungun er langþráð, kemst enginn í gegnum meðgöngu án blendinna tilfinninga. Þungun hefur áhrif á heilsu konunnar, fjárhagsstöðu, atvinnumöguleika og samband við maka svo fátt eitt sé nefnt. Ef konan skammar sín fyrir líðan sína, eykst hættan á að hún fel hana, en skömmustu tilfinningar eru gróðrastíga fyrir kvíða, þunglyndi og sjálfsefasemdir. Að fæða barn er með stærri þolraunum sem nokkur manneskja tekst á við. Ef fæðing gengur illa, upplifa konustundum að þær hafi ekki staðið sig. Þær vita oftast að þær eru út í hött, en það eru einmitt fáránlegu tilfinningarnar sem kalla oft á felur. Og aftur minni ég á að erfið líðan sem er falin, getur leitt af sér vítahring kvíða og þunglyndis. Eftir fæðingu er stærsta ógnin við heilsu móðurinnar svefnleysi og þreyta. Svefnvana manneskja sem þarf stöðugt að setja þarfir ómálga manneskju í forgrunn, manneskju sem öskrar á hana ef hún stendur sig ekki, er í mikilli hættu á að tapa gleðinni. Slíkt ástand kallar á sjálfsefasemdir og vanlíðan. Þá er ónefnt álagið sem barnsfæðing hefur á parsamband þegar 2 verða 3. Þetta á sérstaklega við ef parið á sögu ofbeldi sem færist oft í aukana í barneignaferli, bæði andlegt og líkamlegt. Mæður sem eiga erfiða reynslu úr uppbeldi eða ástarsamböndum í sérstaklega áhættu vegna þess að mannlíðan barnsins getur virkað eins og kveikja á gömul áföll. Þannig geta mæður sem hafa orðið fyrir ofbeldi skynjað grát barnsins eins og árás, eins og ásökunum að hún sé ekki að standa sig, frekar en að barnið sé að tjá vanlíðan sína. Loks vil ég nefna óvissuna sem tekur við á loknu fæðingarorlofi sem leggst þungt á marga foreldra. Auk þess að kvíða aðskilnaði við barnið, sem mörgum finnst ótímabær, eru þeir í fullkominu óvissu hver muni hugsa barnið og hvernig þeir eiga að geta séð fyrir sér. Ástæða þess að ég dreg fram svo marga erfiðleika sem móðir getur staðið frammi fyrir eru að því meiri kvíða og áhyggjur sem hún upplifir, því alvarlegra það fyrir barnið hennar. Ungbarn þarfnast manneskju sem til staðar,
sem getur lesið í tjáningu þess, brugðist við þörfum þess á viðeigandi hátt og glaðst yfir því. Þessir hlutir eru ungu barni jafn nauðsynlegir og líkamleg næring, en vanlíðan móður getur komið í veg fyrir að hún getur sett sig í spor barnsins síns. Markmið ekki fullkomnun, heldur eitthvað sem nógu gott. Endurtekin reynsla mótar barns heilan og þegar barnið upplifir aftur og aftur að brugðist sé við tjáningu þess og þörfum þess sinnt á viðeigandi hátt, þá upplifir það foreldrana sem örugga höfn. Með tímanum yfirfærir það þá tiltrú á annað fólk og byggir þannig upp öryggiskennd og jákvæðar væntingar til lífsins. Innri sannfæring sem byggð á reynslu að maður eigi einhvern að þegar manni líður illa á við bólusetningu gegn kvíða. Ef móðir á að geta uppfyllt þarfir barns þurfa aðrir að hlúa henni. Þeir geta verið maki, fjölskylda og vinir, en ef þeim ekki til að dreifa eða vanlíðan hennar alvarleg, þá verður hún að hafa aðgang að fagfólki. Oft dugar grunnþjónusta heilsugæslunnar, en við alvarlegri vanda vísað til geðheilsuteymis fjölskylduverndar eða jafnvel geðdeilda Landspítalans. Starfsemi geðheilsuteymisins vantar enn fjármagn til að geta sinnt hlutverkinu fyllilega, en það von mín að aukin þekking og skilningur á mikilvægi fyrstu árana munu skila okkur breyttum áherslum og bættum forvörnum sem þurfa að byrja á meðgöngu. Og ég þakka fyrir mig og næst kemur til leiks Kristín Inga Grímsdóttir frá Barna- og unglingageðdeild Landspítalans. Komið sæl. Ég ætla að hafa erindi í dag hvernig eflum við seiglu og hvað getum við gert sem foreldrar, fagfólk og samfélag sem svolítið þessi stefna sem við tókum með forvarnardaginn í ár. Á þessum stutta tíma mjög erfitt að fara yfir hvernig við eflum seiglu alveg í grunninn, en ég ætla svona að reyna að tæpa yfir það sem skiptir máli. Hvað seigla? Þetta orð sem við heyrum oft. En til þess að lýsa því svona í einföldu máli að þá seigla eiginleiki sem einstaklingur nýtir sér til að takast á við ýmsar aðstæður, bæði jákvæðar og neikvæðar. Seigla þróast yfir ákveðin tíma hjá einstaklingi og þar koma ýmsar breytur inn sem hafa áhrif á þróunina, svo sem lífsviðburðir, áhættuþættir, verndandi þættir og fleira. Seigla eiginleiki, eins og áður kom fram, sem sýnir færni einstaklingsins til þess að takast á við erfiðar aðstæður án þess að missa stjórn á hegðun og tilfinningum. Seigla víkkar þolmörk einstaklingsins gagnvart ógnandi og streitu valdandi aðstæðum. Hvernig myndast þessi seigla? Það eiginlega ekki eitthvað eitt sem getur skýrt og mjög mismunandi eftir einstaklingum. Þar inni spila áhættuþættir og verndandi þættir mjög stórt hlutverk og ekki vitað hvað breyta stærst. Geta og áhugahvöt einstaklingsins til þess að fara út fyrir þægindarammann og takast á við erfiðar aðstæður og ný verkefni mjög stór breyta. Af því að við erum að tala hvernig seigla myndast og svona erfitt að segja hvernig hún myndast og það til dæmis hægt að taka dæmi, 2 einstaklingar, jafnvel tvíburar sem alast upp, sömu foreldrarnir alast upp við sömu aðstæður, sömu skilyrði, en eru kannski með mismunandi seiglu, þannig að það ekkert auðvelt að segja hvernig hún myndast. Til þess að tengja þetta aðeins, þá langar mig að fara inn á forvarnir. Þetta hugtak sem búið að koma nokkru fyrir í dag og á örugglega eftir að koma ennþá meira fyrir. En það alveg vitað, eins og Sæunn kom aðeins inn á og verður örugglega áfram tala að forvarnir skila árangri í bættu geðheilbrigði fólks. Í geðheilbrigðis
málum að þá yfirleitt valið að fjalla forvarnir sem almenna forvörn, valdaforvörn og sértækaforvörn. Og almenn forvörn forvörn sem nær til allra einstaklinga. Valin forvörn þá forvörn fyrir einstaklinga sem setur þá í ákveðin hóp út frá sameiginlegum einkennum. Þetta flókið, ég veit. En þá það þannig að hópurinn með einhvern áhættuþátt. Hann með áhættuþátt til dæmis eins og börn, foreldrar með geðsjúkdóma. Það vitað að þau eru meiri áhættu sjálf að fá geðsjúkdóma, þannig að þau væru í þessari valinni forvörn án þess að vera komin með einkenni. Meðan að sértæk forvörn þá fyrir börn og einstaklinga fullorðna sem eru komið með einkenni en ekki greinanlega sjúkdóm. Og þetta allt verið að veita forvörn áður en sjúkdómurinn kemur til. Hverjir eru þessir áhættuþættir og verndandi þættir? Listin nánast bara ótæmandi en þetta hann skiptist í eiginlega 4 atriði. Það persónuleika einstaklingsins, fjölskylduna, félagsleg tengsl og umhverfið. Og sem dæmi persónueinkenni þá áhættuþættir þroskafrávik og verndandi þættir gætu verið til dæmis jákvætt sjálfsmat og góð samskiptahæfni. Fjölskyldan, verndandi þættir þar eru styðjandi fjölskylda og stöðugleiki fjölskyldu, meðan að skilnaður foreldra og geðrænt vændi foreldris gætu verið áhættuþættir í fjölskyldunni. Félagsleg tengsl til dæmis félagsleg einangrun áhættuþáttur, meðan að góð vinatengsl og fjárhagslegu stöðugleiki gætu verið verndandi þáttur. Og svo í umhverfinu þá gæti það verið einelti eða áföll sem áhættuþáttur og stuðningur fjölskyldu og vina í erfiðum lífsreynslum verndandi þáttur. Hvað getum við gert sem foreldrar, samfélag og fagfólk til að efla geðheilbrigði og seiglu barna? Byrja forvarnir strax. Og ég tek undir það sem að Sæunn sagði hérna áðan að það ekki nóg að byrja þegar barnið fætt, það þarf að byrja strax í móðurkviði þegar líf verður til. Allir, ekki bara fagfólk, heldur allir foreldrar og bara við öll í samfélaginu, ættum að þekkja áhættuþætti og verndandi þætti. Og ég ætla að fara inn í, eins og ég segi, þetta ekki tæmandi listi, en ég ætla svona aðeins að tæpa því hvað við sem foreldrar getum gert. Það að sjálfsögðu, neðsti punkturinn, veita börnunum okkar ást, uppeldi, stuðning, athygli og allt hitt sem foreldrahlutverki felur í sér. En hins vegar það líka mikilvægt að styðja við, og ef ég má nota hérna smá slettu af því að það svolítið erfitt að þýða, orðið validera tilfinningar barnan okkar. Líka þær erfiðu án þess að taka þær af þeim. Okkur hættir til nefnilega stundum sem foreldrar að vilja leysa allt fyrir börnin okkar og taka af þeim sérstaklega þessar erfiðu tilfinningar. Og ég held að allir foreldrar hafi gert það. Og eins þetta þegar að við erum að tala að validera tilfinningar barnan okkar, að þá þýðir það að barn getur upplifað tilfinningu og við samþykjum, við hlustum á hana án þess endilega samþykjana. Einfalt dæmi sem að við held ég öll sem erum foreldrar getum hafa gerð segum að gera að barnið kemur til okkar 3-4 ára, jafnvel eldra, og við erum að elda í eldhúsinu, það segir mamma ég svöng og ég segi þá við barnið þú ert ekkert svöng, þú ert nýbúin að borða. Hvernig get ég vitað hvort barnið sé með hungurtilfinningu eða ekki? Ég þarf ekkert endilega að hlaupa á eftir tilfinningunni og gefa barninu að borða, en ég get, ég heyri þú ert svöng en ég að elda. Þannig að þetta mjög einfalda dæmi, en okkur hættir alveg til þess. Svona, þú meitir þig ekki neitt. Þetta eitthvað sem við getum vandað okkur aðeins við að validera tilfinningar barnan okkar og vera kannski bara meðvituð það. Ég held að við séum það ekki endilega alltaf. Gefa börnum tækifæri til að takast á við eðlileg þroskatengd viðfangsefni til að mynda seiglu. Þarna verið að tala börn í skóla og leikskóla sem að lendi í útistöðum, eðlilegum útistöðum við vini, leyfa þeim að leysa það sjálf. Unglingur sem lendir í ástarsorg, að foreldrarnir styðji við tilfinningar barnanna sinna og útskýri fyrir þeim það eðlilegt að upplifa stundum sársauka.
þetta verður betra, þannig að þetta svona einföldun en kannski svona pínu vísbending það að foreldrar styðji við allar tilfinningar barnanna sinna en ekki bara þessar gleðilegu tilfinningar, góðu. Hvað getum við gert sem fagfólk? Veita forvarnir, alltaf. Leiðbeina foreldrum og gefa þeim verkfæri. Til dæmis tækifæri í ung- og smábarnavernd að koma inn með smá stuðning og fræðslu við foreldra til að skilja og styðja tilfinningar barnanna sinna. Líka þær erfiðu eins og ég tala hérna rétt áðan. Þar sem að foreldrum hættir við að taka erfiðu tilfinningarnar af börnunum sínum og bara leysa vandan eða bara upplifa það sjálf í staðinn. Styðja við börn og foreldra sem eigi vanda og veita viðeigandi úrræði á réttum tíma. Hvað getum við gert sem samfélag? Af því að, við berum öll ábyrgð eins og Sæunn kom aðeins inn á og verður örugglega komið áfram inn á í dag. Allir ættu að þekkja áhættuþætti og verndandi þætti, ekki bara þeir sem eru foreldrar eða fagfólk, til að geta gripið inn í ákveðnar aðstæður. Láta það sig varða ef við vitum að barni með áhættuþætti sem ekki að fá stuðning eða úrræði og koma því í réttan farveg. Til dæmis með því að hafa samband við skóla, foreldra barnsins, kennara, barnavernd og fleira. Af því að það alveg vitað, þegar barn sýnir erfiða hegðun það sjaldnast merkjum óþægð en fremur skilaboðum vanlíðan og óuppfylltar þarfir. Við berum öll sameiginlega ábyrgð á því að koma börnunum okkar til manns og ættum því alltaf að hjálpast að. Takk fyrir. Næst á dagskrá með erindi Sigríður frá Okkar heimi. Takk fyrir. Ég Sigríður Gísladóttir og framkvæmdastjóri Okkar heims. Það mikill heiður að fá að kynna Okkar heim fyrir ykkur á málþingi í tilefni alþjóðlegum forvarnardegi sjálfsvíga. Okkar heimur var til vegna reynslu minnar sem barn foreldris með geðsjúkdóm. Frá 5 ára aldri tók ég við hlutverki umönnunaraðila móður minnar og var hennar helsta stoðstytta í gegnum öll hennar veikindi. Ég upplifði úrræðaleysi innan heilbrigðis, velferðar og menntakerfis hér á landi. Það voru mörg tækifæri til að taka eftir mér. Til dæmis þegar móðir mín var nauðungarvist á geðdeild því ég var 8 ára. Þegar ég mætti ekki í skólann ítrekað í marga vikur alla mína skólagöngu og þegar móðir mín veikist svo alvarlega þegar ég var 12 ára að ég tók að mestu við starfi hennar sem dagmóðir á heimili okkar. Í gegnum alla mína æsku var ég ósýnileg og fekk ekki eitt samtal, alveg sama hvað gekk á. Æskan mín einkenndist af einmanaleika, skömm og hræðslu og byrjaði ég fyrst að fá alvarlega sjálfsvígshugsanir 10 ára gömul sem voru daglega og til staðar fram á fullorðinsárum mín. Á hverju einasta kvöldi hugsaði ég að enda líf mitt en það sem stoppaði mig var svo hugsun að ef ég færi myndi mamma ekki hafa neitt til að hjálpa sér. Ég varð að lifa fyrir hana. Þó að æskan mín hafi verið gífurlega erfið vegna þessa, þá hafði ég verndandi þætti í mínu lífi og hefði ég ekki haft það, stæði ég ekki hér í dag. Eftir að ég var fullorðin hefur það verið mitt aðal baráttumál að börn foreldra sem glíma við geðræna vanda fái þann stuðning sem þau rétt á samkvæmt lögum. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða það að við getum gert mikið betur í okkar samfélagi og verðum við að fara að opna augun okkar fyrir stórum hópi barna sem týndur og fellur gjarnan á milli kerfa. Lítil inngrip geta skipt miklu máli og verndandi þættir geta dregið verulega úr neikvæðum áhrifum sem börn geta orðið fyrir sem eiga foreldra með geðræna vanda. Okkar heimur eina úrræðið á Íslandi sem starfar í þágu þessara barna og langar mig að segja ykkur betur frá okkar starfi. Eins og fyrr sagði þá þetta úrræði fyrir börn foreldra með geðræna vanda sem var sett á laggirnar vegna skorts og stuðningi og fræðslu hér á landi. Það fór á staðina stjórna geðhjálpar því ég sat þar í stjórn og vildi nýta mína reynslu og fór að skoða hvað úrræði væri til staðar í dag eftir að ég var fullorðin og komst mjög fljótt að því að það hefur mjög lítið breyst og vitund okkar sem meiri þá erum við samt ekki að framkvæma í raun og veru stuðning fyrir þessu börn hér á landi. Allt okkar starf unnið í samstarfi við Our Time sem góðgerðarsamtök í Bretlandi sem leiðandi í starfi fyrir börn foreldra með geðræna vanda þar í landi. Við urðum sjálfstætt úrræði fyrr á þessu ári og hefur Þórunn Edda Sigurjónsdóttir félagsráðgjafi starfað með mér við að leiða þetta starf okkar. Þetta örugglega mikilvægasta glæran okkar af því þetta hvers vegna úrræði mikilvægt. 1 af hverjum 5 börnum allan heim eiga foreldra með geðræna vanda. Þetta byggt á alþjóðlegum rannsóknum því að við eigum ekki nákvæmar tölur hér á landi
En það engin ástæða til að áætla þessi hópur sé minni hér en annars staðar. Alltaf 45% af notendur geðþjónustunnar eru foreldrar, sem sýnir okkur mikilvægi þess að við styðjum líka við foreldra sem glíma við geðrunarvanda. Án stuðnings eru börn í 70% meiri hættu á að þurfa sjálf með sér geðrunarvanda á fullorðinsárum. Það þarf ekki verið mikill stuðningur sem við fá, en að við fáum einhvern stuðning í þessari aðstæðum. Og það þó augljósa málið að það bæti lífsgæði þeirra og við erum að draga úr geðrunarvanda, þá líka mjög dýrt fyrir heilbrigðiskerfið okkar að vera ekki að bregðast við í æsku þessara barna. Þetta eitt af stærstu lýðheilsuvandamálum okkar kynslóð samkvæmt WHO. Þegar báðir foreldrar glíma við geðrunarveikindi eru 30–50% meiri líkur á að barn þrói með sér alvarlegan geðsjúkdóm. Og fyrir þá sem þekki AIDS-rannsóknina, þá er þetta eitt af 10 algengustum áföllum sem börn eru fyrir í bernsku. Og það eiga foreldrar með geðrunarveikindi eykur líkur á fleiri AIDS-stigum. Og svo það mikilvægasti punkturinn, það réttindi barna sem aðstandendur. Það var samþykkt lagabreyting 4. júní 2019 hér á landi, þar sem kemur skýrt fram skyldur starfsmanna og réttur barna á upplýsingum og stuðningi. Og því miður verð ég að segja það að við erum mjög stutt komin að fylgja þessum lögum eftir hér á landi. Þá það okkar starf. Við erum búin að vera núna í 1 ár að reka fjölskyldusmiðjur fyrir börn og foreldra, þar sem foreldrar glíma við geðrunarvanda. Þetta starf byggt á hugmyndafræði Our Time og við erum að starfa út frá þessum 3 stoðum sem rannsókn hefur sýnt að hjálpi við að byggja upp seiglu hjá börnum í þessari stöðu. Það að þau átti sig á því þau séu ekki ein í þessari stöðu, að þau fá útskýringar á vanda foreldra sinna og hafi aðgang að fullorðnum aðila sem þau treysta og geta að tala við og helst að sé einhver hlutur sem ekki flæktur inn í tilfinningamál fjölskyldunar. Fjölskyldusmiðjurnar okkar hafa verið mikið rannsakaðar erlendis og verið starfræktar þar í fjölda ára. Og þær hafa sýnt fram á virkja þessa verndandi þætti og sýnt fram á auka skilning og geðrunarvanda, auka sjálfstraust bæði hjá börnum og foreldrum, bæta sambönd á milli foreldra og barna og draga úr hræðslu, skömm og félagslegri einangrun og í sumum tilfellum dreigi úr bakslögum hjá foreldrum. Svo það vefsíðan okkar heim.is sem nú ennþá í vinnslu og við ætlum okkur að stórauka við efni þar, en við erum nú þegar með fræðslefni þar aðgengilegt fyrir börn. Og það var okkur mjög mikilvægt þegar við fórum af stað með okkar heim, að þau getur nálgast upplýsingar sjálf og fengið upplýsingar veikindi foreldris og stöðu þeirra, því að við áttum okkur á því að það hafi ekki öll börn tækifæri og mæti fjölskyldusmiðjurnar okkar og við viljum að það sé aðgengilegt fyrir börn, því þar erum við að styðjast við rannsóknir sem segja það að börn í þessari stöðu þau þurfa upplýsingar og það getur virkilega verið verndandi í þeirra lífi. Eitt af verkefninu okkar á vefsíðunni og aðgengilegt þar eru þessi bæklingar sem voru unnir í samstarfi geðþjónustu Landspítalans. Þetta eru bæklingar sem börn fá þegar foreldrar leggst inn á geðdeild og eru upplýsingabæklingar fyrir þau. Þessi bæklingar eru unnir úr rannsóknum helstu efni sem börn í þessari stöðu sem að lendi því að foreldrar leggst inn á geðdeild, hvað þau eru að hugsa hvað þau þurfa svar við. Og þetta bæði hugsað fyrir barnið til að upplifa að tekja eftir, en líka fyrir starfsfólk spítalans til þess að hafa eitthvað í höndunum til þess að eiga samtali við barnið. Og þessir bæklingar eru rafrænar á vefsíðunni okkar. Svo það vitundavakning sem eilífða verkefni og við höfum verið mjög mikið í að fara inn á allar helstu stofnanir hér á landi sem að hafa snertifleti við þessar fjölskyldur. Við erum að fara einnig í fjölmiðla, við erum að fara allstaðar sem við getum til þess að minna á réttindi þessa barna og við erum að tala við starfsfólk stofnana, minna á þessa lagabreytingu sem ég nefndi hérna áður og minna á hversu mikilvægt það að við tökum eftir þessum börnum og eigum samtal við þau. Þegar við fórum að stað með okkar heim, þá vissi ég alltaf að ég myndi fara inn í skólana því það eitt af mikilvægustu markmiðunum okkar að fara inn í skólana því við vitum að við getum gert betur þar. Við fórum að stað með skólaúrræði núna í ágúst í Laugalækjarskóla og verkefni sem við búin að vera undirbúið í langan tíma. Þetta er samstarfsverkefni með Þýskalandi, Spáni og undir handleiðslu Our Time. Þetta verkefni felst í að veita starfsfólki skóla tæki og tól til að styðja beturverðan hóp barna og felst í raun og veru að breyta umhverfi þeirra innan skólans í styðjandi umhverfi sem einkennist af samkennd. Þannig við hófum þetta verkefni núna í ágúst sem er ennþá í gangi og auðvitað er það í framtíðarsýn okkar farin í alla grunnskóla í Íslandi. Þetta var svona mjög hröð kynning okkar starfi, þannig ég ætla bara að þakka fyrir mig og minna ykkur á okkar heim.is ef að það er áhuga fyrir að sækja með fjölskyldusmiðjurnar okkar eða skoða fræðslefni. Næst á eftir mér er Guðrún Jóna frá embætti landlæknis. Fyrir þetta, Sigríður. Já, ég ætla að tala við ykkur hvernig við tölum við börn eftir sjálfsvíg.
Rifum fyrst aðeins upp að sjálfsvígsforvarnir spanna mjög vítt svið, bara eins og speglast hérna í fyrirlesturunum okkar í þessu hádegi, byrjar fyrir fæðingu og við viljum efla seiglu og þrautseigju barna og við viljum grípa fólk og hafa úrræði og stuðning ef á þarf að halda. Bara eins og þessi hringur sem að er á þessari slæðu, það eru forvarnirna, við viljum undirbúa fólk fyrir lífi, við viljum grípa það með íhlutun ef það bognar eða brotnar eins og kom fram hér fyrr og við viljum styðja fólk sem missir ástvini sjálfsvígi og það er þetta stuðningur í kjölfar sjálfsvígs eða á enskunni það sem við kallum postvention og var einmitt þema hérna fyrir daginn okkar í fyrra. En nú erum við að hugsa svolítið börnin og úlingana hér og við viljum halda vel utan um þennan hóp og það er erfitt að segja barni frá andláti nákomins og það er líklega fátt erfiðar en að segja barni frá því að pabbi eða mamma eða systkini eða afi eða amma hafi tekið líf sitt. Hvernig er rétt að gera þetta? Í bókinni Börn og sorg sem kom fyrst út árið 1998 þá skrifar hann Sigurður Pálsson kafla þetta efni. Þetta er ekki langur kafli en í bók Sigurðar þá talar hann hvernig talar við börn eftir sjálfsvíg og allt sem hann segir það stendur ennþá fyrir sínu. Það er bara þannig. Allt sem er skrifað eftir að Sigurður gaf út þessa bók styður nákvæmlega það sem hann segir. Og þessi heimild hefur verið gagnleg í langan tíma en þó að heimildin sé til og að fólk hérna kannski viti af henni þá virðist vera misbrestur á því að eftir þessum leiðbeiningum sé farið. Þetta vitum við sem koma að stuðningi við aðstandendur eftir sjálfsvíg. Af hverju er hérna ekki farið eftir því leiðbeiningu sem að Sigurður talar með þetta að segja börnum frá því hvað gerðist raunverulega. Það geta verið nokkrar ástæður. Þær gætu verið að stundum er ekki víst og ekki vissa hvernig andláti bar að. Það er ekki vita hvort það var sjálfsvíg eða slys og mögulega byrjar boltinn að rúlla þarna að það er fundin einhver skýring og svo þó að krufning hafi farið fram og kannski meiri upplýsingar liggi fyrir að þá er kannski hefur fólk sig ekki af stað að segja barni sannleikann. Fólk hefur auðvitað áhyggjur af viðbrögðum barna og vill hlífa börnunum og það er það sem er ástæðan fyrir því að þetta ekki er sett frá en þegar að andláti bera að með sjálfsvígi þá og það er alveg augljóst að þá er líka stundum þannig að fólk er ekki sammála í nærumhverfinu hvort á að segja barninu rétt frá og jafnvel ef afi deyr í sjálfsvígi að þá eru systkinin börnin hans kannski ekki sammála hvort og hvernig að segja barninu frá og þarna er mjög mikilvægt að sálgæsluaðilar og aðrir sem að styðja fjölskylduna og við bara öll sem samfélag vitum hvað er rétta leiðin að það sé sem sagt farið í þá vinnu að segja börnunum frá. Það er mælt með og það er gert bara í bók Sigurðar að segja börnunum sannleikann og það eins fljótt og hægt er. Ekki að bíða með það, heldur bara segja þeim en samt þannig að tryggja næði og þú hafi nægan tíma til að útskýra það, þú sért ekki að fara að segja barninu frá eins og sért að fara og tala við útfararstofuna eða að það sé gefin tími í það og það að hafa barni nálagt sér og ef þau eru fleiri en eitt að hafa þau svona þétt saman og það er mælt með að sá sem að barni treystir best eftirlifandi foreldri eða forráðamaður að það sé sá sem segir barninu frá sjálfsvíginu. Það er mjög gott og mælt með að fá aðstoð sálgæsluaðila. Prestarnir eru kannski okkar reyndustu menn í þessu en að hafa þá til aðstoðar. Og það er mælt með því að undirbúa barnið með þeim inngangi að þú þurfir að segja því sorgarfréttir. Hérna er við náttúrulega með mjög stuttan tíma fyrir þetta innlegg og þetta er bara mjög flókið efni en hvað sagt er við barni fer eftir aldri barns og þroska þess
og mér fannst þetta vera gott kvót everything you say should be true but not everything true should be said. Það þannig að þú segir sannleikan en þú kannski þarft ekki að segja allt og og það eru þannig að síðar munu koma fleiri spurningar. Línan ætti líka að vera svo að sjálfsvíg endir á veikindum og þarna geta alveg verið skiptar skoðanir það hvort að sjálfsvíg endir á veikindum en ég held að flestir geti verið sammála það að hugurinn, eins og Vigfús Bjarni Albertsson sagði, hversu veikur hugurinn þegar hann rökstyður sig út úr lífinu. Á þessum tímapunkti að þá hugurinn veikur. Og það eru leiðbeiningar það hvernig maður talar við, hvernig við tölum við leikskólabarn, hvernig við tölum við grunnskólabarn og svo unglinga og segja þeim frá. Og það svolítið línan að hafa hlutina einfalda og ekki segja meira en þarf og einbeita sér frekar að því að fá fram tilfinningu barnsins fyrir fréttunum og vinna með hana. Eitt sem ég langar að segja og það talað að það aldrei of seint að segja börnunum sannleikann. Það verður erfiðara eftir því sem líður frá að finna réttu stundina til þess. Og það einmitt mögulega í tilfelli þess þegar að gera þar krufningu og svona staðfestingin á því að þetta hafi verið sjálfsvíg eða einhvers konar aðrar ástæður að það þetta að finna rétta tíman til að segja barninu það. Því kannski farið að líða örlítið betur með sig en það bæði hérlendis og erlendis eru sögur það að barni hafi fengið fréttirnar frá annars staðar en heima þegar að síst skildi og fær þá fréttirnar bara í andlitið. Mjög margir sem komast að því að nákominn ættingi hafi dáið í sjálfsvígi á úlingsárum, þeir upplifa mikil svik og upplifa vantraust gagnvart fjölskyldunni. Allir hafi vitað nema þau og svo frétta þetta einhvers staðar frá skólafélaga eða vini eða annars staðar. Og í þessum aðstæðum þegar að þú hefur ekki komið í verk að segja barninu frá að viðurkenna það að þú hafir ekki vita betur, þú hafir ekki treystir til og að í grunninn hafi það verið það að þú vildir hlífa barninu við sannleikanum. Börn og sorg eftir sjálfsvíg og það allstaðar í sorg, þá skildum við hafa börni með okkur í sorginu og það ekki síst mikilvægt eftir sjálfsvíg að hafa þau með og halda opnum samskiptum og bjóða þeim upp á að koma með spurningarnar þegar að þeir koma og grípa þeir þar. Þessi lína að svara því sem spurt en ekki bæta einhverju við sem að þau voru kannski ekki endilega spá í núna, skildum passa okkur að því. Við svörum spurningunni eftir því sem við getum en við segjum ekki meira en spurt Svo mikilvægt fyrir börnin að þegar að annað foreldri eða eitthvað svona nákominn fer að segja þeim og fullvissa þeim að þú sést í staðar fyrir þau. Það eitthvað sem þau þurfa að heyra oft og mikið. Það sem langar til að þið takið með ykkur héðan sem eruð að hlusta að það þessi 3 punktar að sá sem barni treystir best ætti að segja því frá andlátinu og með stuðningi frá fagaðila mjög gott að vera ekki einn og við segjum börnum satt, við segjum þeim sannleikan, við segjum þeim kannski ekki allan sannleikan og það nákvæmlega hvernig dauðsfalli varð bæði fyrir börn og bara fyrir allt samfélagið í rauninni óþarf að vita hvaða aðferð var beitt og við ættum í rauninni að koma okkur þangað sem samfélag að það verði ekki það fyrsta sem okkur dettur í hug ef við heyrum að sjálfsvígi hvernig dó hann eða hvernig gerði hún þetta. Það aukaðatriði, við ættum að spyrja hver kom að,
ekki búið að segja börnunum frá hver gerir það og þess aftar. Og þetta, það aldrei of seint að segja börnunum sannleikann. Ég setti þarna með þær heimildir svona sem ég hef stuðst við, en þetta eins og ég segi bara mjög flókið efni og mikið, en þessi skilaboð að það sé mikilvægt að tala við börnin, fá aðstoð við það og segja þeim satt með að við aldrei þeirra þroska, það einhvern veginn skilaboð sem við vildum koma út hér. En næstur á eftir mér er Guðbjörn frá Pieta samtökunum. Hann ætlar að segja okkur frá Bild. Gerðu svo vel, Guðbjörn. Hæ, meina komið þið sæl. Ég heiti Guðbjörn Lárus Guðmundsson og ég starfa sem sálfræðingur á Pieta-samtökunum. Og mér langar að segja ykkur örlítið frá forvarnarverkefninu Bild sem Pieta-samtökin hafa verið að vinna upp á síðkastið. Pieta-samtökin eru í dag eflaust þekktust fyrir það að sinna meðferðarvinnu hjá þessum viðkvæma hóp sem fólk með sjálfsvígsvanda. Það afskaplega mikilvæg vinna, en það samt sem áður vinna sem kemur svolítið seint inn í málið. Við viljum helst grípa inn áður en að einstaklingur komin á þann stað, komin með það mikið vandamál, komin með það mikla vanlíðan að hann vill ekki lifa lengur. Og þar komum við inn á forvarnir. Forvarnir koma í raun og veru veg fyrir að manneskja kemst á annan stað. Pieta-samtökin eru fyrst og fremst forvarnarsamtök. Og það sem hefur verið lengi á stefnuskrá okkar í raun og veru að vinna betur með forvarnir hjá börnum og unglingum. Allt frá stofnun samtakana höfum við verið að sækja styrki til þess að fara í þessi forvarnarverkefni og það verkefni sem bar sigur úr býtum Bild forvarnarverkefnið sem við erum búin að vinna í samvinnu með Hafnarfjarðarbæ og erlendum samstarfsaðilum okkar út í Írlandi og í Litháen. Bild-verkefni stendur fyrir Building Resilience and Brighter Futures sem þýðir í raun og veru byggjum þrautseigju og bjartari framtíð og þetta var 19 mánaða Erasmus Plus verkefni sem sneri að því að þýða, staðfæra og tilraunakeyra forvarnanámskeið sem var hannað í Írlandi. Námskeiðið og í raun og veru allt námsefnið var búið til af Pieta á Írlandi árið 2017 fyrir 8. bekkinga þar. Námskeiðið sjálft, sem við köllum líka Bild, 6 vikna forvarnanámskeið fyrir 13-14 ára ungmenni og helstu markmið þess að byggja upp þrautsegjum og þá sérstaklega þann part þrautsegju sem við myndum kalla help seeking behavior eða auka hæfni og þekkingu til að leita sér hjálpar. Þar að auki viljum við veita ungmennum verkfæri til að takast á við ólíkar áskoranir í lífinu. Upprunalega Bild námskeiði frá Írlandi innihélt 8 námsþætti. En þegar við staðfærdum þetta hérna að Íslandi, þá vorum við með rýnihópa þar sem við töluðum við 8. bekkinga hér á Íslandi og spurðum þau í raun og veru hvað það sem þið viljið tala um, hvað það sem ykkur finnst vanta í þessa umræðu. Og út frá þeim upplýsingum byggum við til 2 námsþætti í viðbót, þannig íslenska útgáfan af þessu forvarnarverkefni inniheldur 10 námsþætti. Hérna sjáum við í raun og veru námsþættina á glærunni. Og þessi 2 sem eru íslenska viðbótin, það eru samfélagsmiðlar og kvíði. Og glöggir áhorfendur hafa eflaust tekið eftir því að hann sagði 10 námsþættir, en það virðist vera 11 hér á glærunni. Það ekki merki snembúna heilabilun hjá mér, heldur það sem efst uppi til vinstri almennur inngangur og það sem að allir bekkir byrja á að fara í gegnum. Þannig fyrsti tíminn alltaf þessi inngangur. Þar farið yfir hvað Bild nemendur eru kynntir fyrir því svona hvernig næstu vikur verða og allir námsþættirnir eru kynntir stuttlega. Í lok tímans fá allir nemendur valblað og velja þar 5 af 10 námsþáttum og eftir tíman atkvæði talin og þeir 5 námsþættir sem eru vinsælastir verða kenndir á næstu 5 vikum. Við vorum með tilraunakennslu núna í fyrra og við keyrðum þetta námskeið í öllum 8. bekkjum í öllum grunnskólum Hafnarfjarðar og við gerðum það í 2 hollum.
Fyrst vorum við með haustið 2021, þar fórum við í 3 grunnskóla og vorið 2022 fórum við í hina 5 grunnskóla Hafnarfjarðar. Kennslan fór fram á 6 vikum í hverjum skóla og fyrir hvern einasta bekk þá fóru alltaf 2 leiðbeinendur frá okkur. Það voru alltaf sömu 2 leiðbeinendur fyrir hvern bekk, þannig að nemendur og leiðbeinendur gátu mynda tengsl hvort við annað. Alls vorum við með 21 leiðbeinendur sem tóku þátt í kennslunni og það var samansett í raun og veru af félagsráðgjöfum og sálfræðingum frá Píeta-samtökunum á Hafnarfjarðarbæ og svo vorum við líka með starfsmenn innan skólans sem voru þá helst tómstundaleiðbeinendur og náms- og starfsráðgjafar. Þetta var sett upp þannig að það var alltaf 1 utanaðkomandi í þessu pari sem fór inn í bekkina og 1 starfsmaður skólans. Þannig að nemendur þekktu 1 en ekki hinn. Allir leiðbeinendur höfðu hlotið þjálfun fyrir þetta og 20 af þessum 21 hlutu þjálfun út í Írlandi þar sem að höfundar þessa námskeiðs voru með þjálfun fyrir okkur. Þjálfunin skiptir miklu máli af því þetta er raun og veru ekki bara fyrirlestrar, þetta námskeið snýst það að opna umræðu við krakkana og að reyna að snúa þessari umræðu alltaf þannig að hún sé að byggja upp þrautseigju, sé að auka hæfni þeirra til að leita sér hjálpar og sé alltaf uppbyggjandi. Árangurinn af þessu var mældur með spurningalista sem mældi þrautseigju. Þessi spurningalisti var lagður fyrir í byrjun fyrsta tíma og lok síðasta tíma og niðurstöður sýndu að þá var í raun og veru þrautseigja meiri eftir að námskeiðið var haldið. Þetta gilti allt í heild í raun og veru og líka sitt hvora holuna. Mest voru áhrifin fyrir þá sem mældust með lága þrautseigju fyrir, sem er akkurat það sem við vildum, og stelpur sáu meira aukning á þrautseigju heldur en strákar. Fyrir utan tölurnar, þá voru líka stök dæmi sem við sáum þetta námskeið að virka. Sem dæmi, þá voru allavega nokkur skipti þar sem að nemendur leituðu til námsráðgjafa eftir þessa tíma til þess að taka upp vandamál sem þau aldrei gert áður. Framtíðin af þessu verkefni, bara örstutt það, Hafnarfjörður hyggst halda áfram að kenna þetta námskeið í sínum grunnskólum. Önnur sveitarfélög hafa einnig haft samband og lýst yfir áhuga á því að innleiða þetta hjá sér. Og Píeta og Hafnarfjörður eru núna að undirbúa námskeið og kennsluefni til þess að þjálfa fólk hér á Íslandi, svo við þurfum ekki að senda fólk út í dýra og tímafreka þjálfun. Þetta er allt frá mér. Þakka ykkur kærlega fyrir og góðan dag. Hér sjáum þið á þessari síðustu glæru staði sem þið getið leitað ykkur hjálpar ef ykkur líður illa og við förum núna að skipta yfir í spurningar. Takk hérlega. Kærar þakkir fyrir áhugaverða fyrirlestra. Ég reikna með að það hafi spurningar vaknar hjá ykkur, áhorfendur góðir. Ég minni á hlekkin á Slido, á Facebook viðburði samtakana og 10. september. En það er sömulegis QR-kóðir sem við fáum kannski upp á skjáinn, þar sem þið getið beint myndavél ykkar á símanum að kóðanum og þá komist þið inn á Slido. Það er komin ein spurning til þín, Sæunn, hver það er sem vísar konum eða fjölskyldum á geðheilsuteimi fjölskyldu hjálpar. En ég vil kannski bara nota tækifærið fyrst að þú ert að standa upp að fara að svara að spyrja fókus hjá þér er á konur, á mæður fyrst og fremst og til að mynda segir að ástand mæðra eftir fæðingu getur haft ýmiss konar áhrif á þroska barnsins meðal hans heilaþroska og þróun. Hvað með ástand feðra í þessu samhengi? Og kannski líka það finnst mér heyrst háværar raddir að foreldrar eiga að hafa möguleika á því að vera jafnvel 2 ár heima eða í samvistum með barninu sínu í fullu starfi þannig séð. Finnst þér æskilegt að svo sé og erum við að valda börnum okkar einhvers konar
já, ekki skaða kannski en erum við að gera börnum okkar síður gott með því að skila þau eftir á leikskóla kannski eins árs. Takk fyrir þetta. Þetta eru margar spurningar hér sem að byrja á þeirri síðustu. Sko ég auðvitað algjörlega fylgjandi því að foreldrum sé gert kleift að vera lengur heima í 2 ár þess vegna og feðrum alls ekki síður en maðurum. Ég tók það fram hérna, ég beindi athyglinni að þetta svo stutt að manneskjunni sem ber barnið inn í líkamannu sínum og það engin kynjapólitík í því, það bara líffræði sem við verðum að sætta okkur við. En hitt foreldri skiptir ekki síður máli og við einmitt hjá geðheilsuteyminu sem að ég starfa nú hjá, að við leggjum alltaf áherslu að fá báða foreldra, hvort sem það nú kall og konu eða 2 konur eða hvernig sem það að það báðir sem þurfa mikinn stuðning og þó að og líðan þeirra beggja hefur áhrif vissulega á barnið og stundum það þannig að ef mömmu líður mjög illa en pappa kannski ekki alveg eins illa að þá það algjör lífsbjörg fyrir barnið að hafa einmitt aðra manneski sem betur á sig komin. Þannig að þetta samvinnuverkefni og það búið að koma hérna fram, við þurfum sem samfélag að taka á þessu þetta og það algjörlega óraunhæft að ætlast til dæmis einni einstæðri móður að hugsa barnið sitt. Það er nánast glæpsamlegt. Þannig að við þurfum að hugsa þetta sem heild, það fjölskyldan, það kerfin okkar og það samfélagið, við berum öll ábyrgð. En ég held að fyrsta spurningin hafi verið hvernig fólki vísað, hvernig kemst það í meðferð hjá geðheilsuteyminu og það þannig við störfum núna innan heilsugæslunnar, þetta hét áður miðstöð foreldra og barna og FMB-teymi Landspítalans en núna þetta geðheilsuteymið og það þarf tilvísun en tilvísunin getur komið frá ljósmóður eða heimilislækni og það ekki fyrirstaða að fá tilvísun, hann alltaf hægt að fá. Fyrirstaðan liggur í því að við erum ekki nógu vel mönnuð. Okkur vantar fleiri starfsfólk til þess að sinna fjölskyldunum okkar. Búin að svara flestu? Já, en það var að koma að spurningin af hverju, nú veit ekki hvort að það sé rétt, en af hverju það sé lokað núna á geðheilsuteyminu. Passar það? Það ekki lokað, en við höfum þurft að setja stopp á biðlistan af því að hann bara lengist og lengist. Og okkur finnst þetta algjörlega afleit staða. Og vitum ekki alveg hvernig við að bregðast við, en finnst kannski heiðarlega að segja fólki verði ekki að bíða leit eða frekar annarra leiða, að því við bara önnum ekki þörfinni. Og það sem mér finnst mjög miður að þegar þörfin svona auðvitað, hún mikil, en úrræðin ekki næg, að þá auðvitað förum við í það að sinna kannski þeim fjölskyldum sem líður hvað verst, sem í alvarlegastu stöðunni, en fyrir vikið erum við ekki að grípa einmitt mæður á meðgöngu, að því þar svo mikið hægt að vinna svo miklu forvarnir. Því fyrr sem við grípum inn í því betra. Og við viljum að það sé þannig að vandinn þurfi ekki að vera orðinn mjög alvarlegur til þess að fólk leiti til okkar. En það ákveðin draumsýn eins og en ég vona bara með degi eins og þessum, með meiri umræðu, að þá breytist áherslur og við leggjum meira áherslu á forvarnir. Ok. Takk fyrir þetta og það spurning til Guðbjörns varðandi Bild. Það spurt hvað verður verkefni þegar styrktartímanum lýkur og önnur spurning þar sem spurt hvort að einstaka skólastofnanir getur sótt Bild, þáttöku í Bild eða hvort það þurfa að vera sveitarfélög. Varðandi fyrir spurninguna, þá styrktartímabilinu lokið nú þegar og við erum að halda áfram með þetta því okkur þykir þetta vera afskaplega mikilvægt verkefni og munum hanna þetta námskeið ásamt Hafnarfjarðarbæ. Hvað nákvæmlega verður ég veit ekki nákvæmlega hvað gerist eftir það en það staðan í dag. Með einstaka skólastofnanir, við settum þetta alltaf upp sem bæjarfélög. Það var byrjunarhugsunin bara til þess að einfalda overhead okkar megin. Ég gerir ráð fyrir því að stakir skóla geti innleitt þetta, en það væri betra að gera þetta á bæjarfélagslevelinu.
Sigríður, spurning til þín og það er spurt hversu mörg börn hafi leitað til smiðjunar eftir stuðningi, eftir að hún kom til. Já, það er líklegast betra orðað þannig hversu margir foreldrar, af því að börnin geta ekki sótt sjálfar hjá okkur, þannig að við erum núna með fulla fjölskyldusmiðju og erum vonast til þess að geta opna fleiri og í einni fjölskyldusmiðju eru 10 fjölskyldur. Það getur orðið mjög stór hópur því það eru allir velkomnir sem eru í nærumhverfi barnsins, hvort sem að það séu báðir foreldrar sem glímir ekki við veikindi eða foreldrar sem eru að glíma við veikindi, afi eða amma eða eitthvað slíkt. Þannig að við erum núna með 10 fjölskyldur í smiðjunum okkar og inn í þeim hópi eru mjög mörg börn, mikill og skemmtilegur barnahópur. Hér er spurt og ég ekki viss hvert ykkar tekur að sér að svara þessari spurningu en það er spurt aðkomu heilsugæslu að forvörnum gegn sjálfsvígi og tilgreint að fólk komi þar kannski sem vikum og mánuðum skiptir fyrir andlát og hvernig forvarnastarf heilsugæslunar. Ég veit ekki hvert ykkar myndi vilja svara þessu, ég veit ekki hvort að þú Guðrún Jóna tekur það að þér en eða Sæunn sem hefur unnið í þessu verkefni. Já, við vitum að það er náttúrulega lögbundið hlutverk heilsugæslunnar að taka á móti þeim sem að eiga við einhvers konar heilbrigðisvandamála að stríða, hvort sem það er kvefi eða hvort það er eitthvað sem tengist kvíða eða andlegum málefnum. Þannig að það ættu allir að geta leita á heilsugæsluna og þar eru ákveðin úrræði til og það eru sálfræðingar og vitum að það hefur verið rætt það að það sé erfitt og langur tími sem tekur að komast að, en það er alveg, þannig að heilsugæslan er að grípa fólk, en ég veit ekki forvarnir, þegar geðheilsuteymið og þeir eru, þú veist, einhvers konar forvarnir, en ég held að sé kannski bara, ég er ekki alveg viss, veist, og það má bara kannski koma fram, við erum bara svolítið, segjum svolítið pass. Já, ættu við. Ég get kannski bætt aðeins við það, ég get ekki kannski svarað beint forvörnum við sjálfsvígum en forvörnum við geðheilbrigðisvanda er sinnt í heilsugæslunni. Ég kannski vinn mest með börnum þannig ég svara kannski meira á þeim vettvangi en skólahugnafræðingar í öllum skólum fara inn í bekki og eru með forvarnir við geðheilbrigðismálum til að efla geðheilbrigði. Það eru líka sálfræðingar á öllum heilsugæslustöðvum eins og Guðrún Jóna kom inn á, barnasálfræðingar og mér langar að bæta við að á 22 heilsugæslusvæðum á landinu er starfandi fjölskylduteymi sem er samstarfsteymi heilsugæslunar, skólaþjónustu sveitarfélagsins, barnaverndar og stoðþjónustu sem er þá velferðarþjónustan og fjölskylduþjónusta mismunandi hvað þetta heitir eftir sveitarfélögum og svo með aðkomu BUGL og svo er geðheilsumiðstöð barna, nýstofnuð, líka aðili að þessu og þannig að við erum sem sagt í þessum teymum að reyna með þá hugmyndafræði með snemmtaka íhlutun, að reyna að grípa börnin eins og Sigríður kemur svolítið inn áðan sem er ekki búin að mæta í skólan í einhver tíma og taka eftir börnum sem eiga erfitt og hafa sambandi foreldra og veita þeim svona sami eða svona úrræðið þvert á stofnanir eftir því sem hentar. Þannig já, ég myndi segja að það eru forvarnir við í geðheilbrigðismálum en kannski ekki sem beinast beint af sjálfsvígum enda eru þau kannski afleiða af alls konar þáttum eins og komið hefur verið inn á vendandi þáttum og áhættu þáttum. Þannig að við erum að reyna að grípa frekar þá þætti. Takk ykkur fyrir þetta svar. Það er spurt hvernig við metum þjónustu við fjölskyldur sem hafa misst og hvar þá hjálp er að fá og það sem ég stend hér sem fulltrúi Píeta þá bendi ég á að fjölskyldur sem missa geta leitað til okkar hér en jafnframt er sorgarmiðstöðin með þjónustu við þá sem er að missa og ég bið Guðrúnu Jónu kannski að svara þessu frekar
og hvernig þú metur þessa þjónustu vera almennt, gæti hún verið betri? Já, þetta er fín spurning og svarið við þessar spurningu hvort að þjónustan gæti verið betri, já, hún gæti verið betri, hún er ekki samræmd og ekki markviss í dag, en það er þó hægt að fá stuðning, einmitt eins og Kristín nefnir, hérna hjá Pieta, það eru líka prestarnir okkar, þeir eru kannski þeir sem að hafa verið mest í gegnum tíðina í að styðja fjölskyldur eftir sjálfsvíg og þeir koma í flestum tilfellum að í aðdraganda og undirbúningi við útför og eru þar stuðningur við fjölskyldur og veita í leiðinni ákveðna sálgæslu og stuðning, en svo eru einmitt eins og kom fram, sorgarmiðstöð er að stuðja aðstandendur eftir sjálfsvíg og fleiri félagasamtök. Þannig að það er þessi kerfi þurfa öll að vinna betur og tala betur saman og það þarf að vera svona samræmt kerfi og samvinna við heilsugæsluna líka sem kemur og styður þetta fólk gjarnan líka, þú veist, það leitar á heilsugæslunar, þannig að það er ansi víða verið að styðja fjölskyldur og líka fagfólk, þú veist, sálfræðingar, fjölskyldufræðingar, félagsráðgjafar og fleiri fagaðilar bara út allan bæ. En það sem okkur vantar er svona samræmt ferli og það er ein aðgerðir í aðgerðaráætlun okkar frá 2018 til að fækka sjálfsvígum og það er að setja upp svona ferli og að því er unnið en við erum ekki komin á leiðarenda með það en það þurfa margir hagsmunaaðilar að koma að, allir þessi sem við hefum nefnt, fulltrúar frá öllum þeim stofnunum sem koma að skipulagningu þessa dags og vonandi sjáum við þetta bara fyrir en síðar verða að veruleika að við getum sagt að hér sé gott og styðjandi umhverfi fyrir þau sem missa í sjálfsvígum. Þakka þér fyrir og ég tek undir þessi orð, Guðrún og Jóni, það þarf að samræma, það þarf að vera samráð og það þarf að vera samstarf margra ólíka aðila. Það er samtalið á milli þeirra sem að skapar árangur. Það kom að lokum hjá okkur í dag. Ég þakka ykkur fyrirlesurum fyrir gott innlegg og ykkur áhorfendum fyrir spurningarnar og að fylgjast með okkur hér í dag. Verið þið sæl.